fyrstu fyrirsögn dagsins, það bara einfaldlega að Miðflokkur tekur fram úr Sjálfstæðisflokknum. Og já, þetta eru skemmtilegar fregnir, það verður bara að segja eins og er. Sérstaklega fyrir áhugasamt fólk uppreist æru og endurkomur. Þegar allt frá því að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þá formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra Íslands, var felldur niður með svona eftiráhyggja frekar óvægnum hætti. Það var fyrir munið þetta Panama-skjölin, Wintris-málið sem að í raun þegar að málinu er skoðuð snerust peningar sem að konan hans Sigmundar hafði mestu leyti fengið. Var þetta ekki er hún ekki erfingi Toyota umboðsins eða eitthvað? Ég fór ekki að fara alveg með þetta, nema hvað, þetta voru allavega ekki illa fengnir peningar. Þeir voru einhverju leyti geymdir á einhverju reikningum erlendis, en alltaf taldir fram til skatts, eða voru teknir inn í skattframtali þeirra hjóna. En að þeir voru þarna á Panama, í þessum gögnum, þá var þetta bara reginhneyksli og þjóðin fór út og mótmælti, þarna væri sem sagt tvær þjóðir í þessu landi, það væru við pöpullin sem værum að strita og borga skattinn og svo væri fína fólkið bara með eignir sínar á Panama og eitthvað. En það var ekkert ólöglegt og engin illur ásetningur. En Sigmundur, hann var felldur eins og konungur á taflborði og já, svona, þetta var ekkert grín, stormurinn sem að Sigmundur lendir í. Svo stofnar hann Miðflokkinn eftir að hafa verið svikinn illilega af flokksfélögum sínum í Framsóknarflokknum. Hann var bara með rýtingasettið í bakinu frá Sigurði Inga og Lilju og öllum bara alveg. Þetta var bara eins og Game of Thrones á sterum. Svo kemur hann með Miðflokkinn og það fer vel af stað, lendir síðan í ævintýralega, þetta er mín túlkun á atburðum, það lendir í ævintýralega óheiðalegu skítverki þegar að þeir félagar, það sem sitja 4-5 einhverjir félagar á barnum að drekka bjór og grínast og tala saman, að það er allt saman tekið upp klaustursmálið svokallaða, sem að enginn okkar myndi vilja að vera tekin upp á laun þegar þú situr í prífasíu með félögum að drekka bjór að spjalla saman. Þetta var heldur betur notað gegn þeim og hann er siglt í gegnum margan öldusjóinn, Sigmundur Davíð, og þess að segja fyrir áhugamennum upprissu ærunar og endurkomur aldarinnar eins og Oasis og svona, að það er eitthvað svona poetískt fallegt við það að nú sé Miðflokkurinn orðinn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. En auðvitað við hefðum viljað hafa þetta Miðflokkurinn orðinn stærri en Samfylkingin og að þar af leiðandi næststærsti flokkurinn eða Miðflokkurinn er stærstur og Sjálfstæðisflokkurinn þar á eftir. Það er svona, þá er ég bara að tala út frá mínum lífsskoðunum og hvernig ég myndi óska þess að stjórn landsins sé háttað. En þetta er gríðarlega fallegt að nú sé Miðflokkurinn orðinn næststærsti flokkurinn. Auðvitað eru hlutföllin öll svona brengluð, þetta er ekki gamla fjórflokkakerfið. Þú þarft ekki að vera með gríðarlega mikið fylgi til þess að vera næststærsti flokkurinn á Íslandi í dag. Hvað er þetta, 15%? Eða hvað? Það munar ekki mikla. Sérðu það, Ingimar? Nei, það er Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 14%. Já. Og já, Miðflokkurinn er með 15,3%. Ja, þetta er 1,5% næstu. Já, en það er eitthvað fallegt við þetta. Samfylkingin er bara eins og eitthvað gamall Sjálfstæðisflokkur í prósentum, þetta er rosalegt maður. Og þetta er þú veist, ef það er gengið til kosningar núna, þá er þetta versta afhroð, bara sögulegasta afhroð Sjálfstæðisflokksins allra tíma, þetta er bara hreinn og klár hryllingur fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Gunnar Smári er þetta innjá. Er þetta sósíalistaflokkurinn? Hann er með 5,2. 5,2%, já, merkilegt nokk. Píratar með 8,6%, Flokkur fólksins 7,1%, Viðreisn með 10,7% og Framsókn með 9%. Viðreisn er stærri en Framsókn auðvitað og Vinstri græn næðu ekki mann á þing, en flokkurinn mælist með 4,5% fylgi í þessari
þessari skoðanakönnun. Já, þetta eru miklar hræringar á sviði stjórnmálana. Þetta er auðvitað sko, orðið alveg ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert í ræpun á sér í orðsins fyllstu merkingu og ég held að það sé öllum ljóst hvað sé að angra Sjálfstæðisflokkinn. Það er hreinlega að allar þeirra hugsjónir og stefnumál eru orðin sko, í mýflugumynd í því samstarfi sem þeir eru með Vinstri grænum. Og til dæmis eins og Sigríður Andersen var að nefna í einhverju viðtali sko, að nú þarf flokkurinn að endurskoða stefnumálin, flokksmenn þurfa að ræða stöðuna á flokksráðsfundum um helgina, það er fundur það um helgina. Og til dæmis eins og þú nefnir það að Sjálfstæðisflokkurinn sé að tala fyrir því að sko, með það markmiðið að hver og einn hún var að tala um að þetta henda bensínbílunum eftir nokkur ár sko, að Sjálfstæðisflokkurinn sé að standa fyrir slíku rugli sko, sé bara galið. Ég man ekki alveg hvar ég sá þetta, ég er að reyna að fletta þessu upp. Ég skal hafa eftir því sem hún segir í viðtali í RÚV. Það þarf að tala fyrir málum sem varða fólk og skipta máli í þeim anda sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf gert. Með það að markmiða hver og einn haldi sem mestu eftir að sínum tekjum en þó tryggja öryggisnet í velferðarkerfinu. Þessum málum hefur verið kastað fyrir róða í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Hún er að vísa í það að hún vill fá meiri skattalækkanir og bara sé meira eftir í buddinni hjá launamannunum sko, þegar hann er búinn að borga skattinn. Það er kannski ekki svo einfalt allt saman en hún segir einhvers staðar var það, ég er búinn að týna það var ég örugglega í öðrum link, en hún var einmitt að tala um þetta með umhverfismálin sko. Og það er ótrúlegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að tala, ég held ég að vera að nefna þetta síðasta þetta með þú veist að tala fyrir því að sem sagt, umhverfisstefnan eða loftslagsstefnan sem hengur eins og einhver myllusteinn utan hálsinn á okkur og er að drekkja okkur, að þessi ekki tala fyrir því að við tökum ekki þátt í þessu bulli. Við erum búin að taka fyrir orkuskipti á Íslandi fyrir 70 árum síðan og erum miklu lengra komin en allar þjóðir, en þá erum við að tala um það að við þurfum að fara bara að banna bensín og díselbíla sko. Að Sjálfstæðisflokkurinn sé þarna að meikar engan sens. Það getur ekki gengið upp. Þannig að þetta er eitt margra mála sem að Sjálfstæðisflokkurinn geti girt sig í brók og ekki verið að elta Vinstri græna með. En auðvitað þurfa þeir hreinlega bara að slíta þessu samstarfi. Og það er auðvitað sama sem á við Vinstri græn. Ef ég væri að tala sem einhver hugmyndafræðingur Vinstri grænna eða eitthvað, þá þurfti þau náttúrulega líka að skerpa á sínum málum með því að slíta samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn. En þetta er hausverkur annarra og ég í grunninn fagna því bara að Sigmundur Davíð sé að ná vopnum sínum á ný og ég mun hlæja alla leið í bankann og ég mun sko jafnvel opna eina óáfenga kampavínsflösku ef að Sigmundur Davíð sko tæki við forsætisráðuneytinu á ný einhvern tímann. En eins og staðan er núna þá er það Kristrún Frostadóttir sem væri með stjórnarmyndunar umboð í höndum sér og svona, en eins og ég segi, Game of Thrones þættirnir, þeir geta, þú veist, þeir enda oft mjög óvænt og það koma áhugaverð plott og twist sko, sem að enginn sá fyrir og það er ekki öll nótt úti enn. Kosningaveturinn er rétt að byrja, en það verður spennandi að fylgjast með. Ég er svolítið hræddur að hann beta kökkist inn í stjórnina með Samfylkinguna, Bjarni sko. Lúffi bara algjörða sínum prinsipum og flokksprinsipum og til að fara í stjórn með Samfylkingunni sko. Það er algjört beta kökk múf sko. Það er það og það er sko langlíklegast að það muni nákvæmlega gerast þannig og að því að bæði fyrir Samfylkinguna, það er einfaldast fyrir Samfylkinguna að mynda stjórn með næststærsta flokknum eða sem er núna næststærsti
heldur en að vera að fara í eitthvað kannski 5 flokka ríkisstjórnarsamstarf. Hún getur fengið Sjálfstæðisflokkinn og einhvern einn annan með, Viðreisn þá er til það 3 dæmis. flokka. Já, einmitt. Það er hræðilegt. Það er hræðilegt bara. Það er hræðilegt og við erum örugglega að fara að fá bara yfir okkur það sem við eigum skilið, sem að er bara hryllingur og svipu, já, við gangi gegnum þeim svipugöng að Sjálfstæðisflokkurinn verði bara áfram í beta-kökk gírnum sínum sem hann er búinn að vera með Vinstri grænum og ég ræddi nú við Hannes Hólmstein núna í viðtali sem ég á eftir að birta á næstu dögum sem að hann talar nú þannig að Sjálfstæðisflokkurinn honum færi best bara að vera ekki í ríkisstjórnarsamstarfi næst og leyfa þessu fólki bara að taka við öllu draslinu og láta það spilast út í sandinn sko. Láta það brenna kofan. Já, einmitt, leyfa þeim að brenna kofan sko en ég sagði við Hannes, þú veist það bara, það er engin leið að Sjálfstæðisflokkurinn muni sko sitja hjá ef honum býðst að vera með í ríkisstjórn og það verður eins og þú segir, mjög líklegt er að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn verði svona 2 burðarásarnir í næstu ríkisstjórn ásamt 3. apríl hvort sem það verði Viðreisn eða Framsókn